Og þar Siggi með ykkur hluta Já. og þú líka. Þú ert með ykkur hluta þar líka, eða ekki? Nei, ekki Siggi... Hann skal hafa peningana þarna. Hann skal fara alla peningana. Við fáum að fara 3 sinnum í gegn, mjög ótur. Já, ok, með eitthvað aukalega sem þið það sjálfur. Já, ok. Og ég að fara að fá þar líka. Já. Já, ok. Og Sigga líka. Og af Sigga líka. Já, já. Já, ok. Ég bara spáði þetta. Það er að reikna út og hvað það ekki. Þar kemur eitthvað. Af þessum 20 milljónum sem þið fengu, það bara sérdæmi sem ég fæ þessa milljón og ég bara veit að því. Svo samdi ég hérna við þig varandi þessa peninga sem ég tek fyrir Sigga, sem það bara alltaf 10 skall per milljón, ok? Og ég þarf bara að spáði hvort það sé rétt reiknað að af þessum 150 milljónum pakka sé ég að fá 4. Það tekur Sigga, það farið um svona 75 milljónir þar í gegn. Ok, það er 750 skall. Hvað farið? Nei, ekki 75 milljónir. Það er 750 skall. Já, er ekki? Það er 750 skall. Já. Síðan koma þessar hérna 30 í gegn. Það er eitthvað að því. Já. Síðan er að fara í gang eftir helgi nýtt dæmi sem er kannski ný pakki sem er kannski 50 milljónir á viku. Já, ok. Sem við þurfum að segja um. Þannig að ég er basically alveg... Ég er bara núna að vera þú. Angum helgi. Já. Bara... Ég er alveg rólegur, sko. Anda, sleppa. Það er miklu meira. Það er miklu meira. Já, ok. Eina sem þú þarft að ágjöra á í næstu viku er það að það er spurning hvort þú þurfur að fara að búa til fleiri fyrirtæki. Hérna heima, eða? Heima út, ég veit það ekki. En ég menna, ef þú ert farin að taka 50-100 milljónir í gegnum á viku, það er alltaf rosalega velta, þú stoppar ekki. Já, ok. Þannig að þú þarft núna að fara að hugsa frekar, sko ég veit að ég tala um Sigga, það eru 2 fyrirtæki sem þeir eru úti sem að þú getur tekið yfir og komið í gang og opna reikning og kertskilur sem hafa verið nýtt að búið að stofna þau. Já. Ég er hægt að opna reikning á nýtt fyrirtæki. Og ég vil meina að við ætlum að fara að velta 50 milljónum á viku. Það þarf að dreifa það á fyrirtæki. Já. Og nærðu því í gang. Já. Það er svaka upp að það, sko. Já. Þetta getur að vera vikulega. Það er semst að fara í gang. Ég ætla ekki að geta hendur allir trompum út í einu, sko. Nei. Svona byrja að láta þetta ganga og allt funkar og svona. En semst það er tilbúið í næstu viku nýjar 50 miljón sem er þá bara vikulega jafnvel 10 vikur. Já, ok. Og það er gríðar upp. En er það alltaf eitthvað sem ég er alltaf að taka á móti í peningum eða? Nei, bara millifæslur og... Já, ok. Nei, þetta er ekkert alltaf peningar. Nei, ok, svo er annað... Það var að búa bara til sístum í kringu. Já. Hvað það er, 5 fyrirtæki, vil það 4 fyrirtæki? Já, ok, já, það hefði ég bara vilja... Ég bý bara til 2 fyrirtæki viðbót. Er það nokkuð vandamál? Nei, bara um 12 mánuði. Já, ég með hann ekki mál. Ok, en ég þá hugsa að fara til London næstu viku og laga þessi skattamál og ég ætla að fara þarna sko ég er í Barclays líka. Barclays er hundleiðilegu banki að þýldum til að þeir fylgjast rosalega vel með, sko. En ég er með mjög háa úttektarheimildar og ég ætla að sjá hvort hún virki bara, þú veist, á netbankanum. Og ég er með NatWest líka og þar er ég með, má ég milli bara 250.000 pund á sólarhring og ég ætla bara að sjá hvort að það sé allt funksionalt og þetta er á sem sagt 3 mismunandi fyrirtæki úti. En ég er náttúrulega bara með þetta, ég er enda bara með þetta eina fyrirtæki í gangi nefn, ég hef ekki nota hinn. En það ætlum bara að stofna... Það sem þú ætlir bara núna leggja hans höfuðbleiti er, sko, hvernig borgar sig að kofvera svo sem þetta heldur bráfram, ekki 75 milljónir mjallast inn á næstu 2 vikum. Síðan tökum við þess að 30 kannski á 2-3 vikum. Kláður það. Síðan fara hans fyrir utan þetta er bara ný pakki í gang sem er 50 milljónir. Ok, er Siggi inn í því? Já, þetta er Siggi og ekki maður. Já, en svo ef Oddur gengur upp á mér í líkasett, hvað... Nei, hann er ekkert í því. Veit hann eitthvað? Nei, Oddur er bara svo vitur að því. Oddur er, sko, þetta er bara viðskipti. Hann er ekki bara í félögum neitt, það þarf ekki alltaf að segja öllum allt. Þannig að horfa ég á þetta. Og Oddur er bara í þessu viðskiptum sem verður 10-10-10. Það er bara viðskipt hann er. Og það er svona alltaf ég að klára núna, þess að læði inn á það. Þannig ég hreinsaði til því að ég ætla að skipta svona í 2 milli okkar. Það er 5 og 5 í gangi. Sem getur vel verið þess að 10-10 farin í hvað annað og halda áfram eitthvað. Alltaf bara erum við með leið til þessum. Það er eina sem hann er í. Það er ekki meira. Nei, hann er alltaf að spurja mig, sko.
og ég alltaf bara veita aldrei neitt. Nei. Því að hann náttúrulega óöruggur og vil vera með sem mest, það bara svoleiðis. En ég náttúrulega get ekki alltaf hringt í Odd ef einhver kemur... Nei. Það bara röksum sjálfur. Það er þessar 50 milljónir sem komið inn og það er bara annað dæmi sem kemur inn vikulega. Og það er þess að hugsa það í helgina, hvað í rauninni þarf mikið hvað ég hringi rekstars veist, ef þú reiknar þetta, það var að koma 50 viku, þetta er kannski 200 milljónir á mánuði við talum 10 viku, þetta er kannski 2 mánuður rosa upphæðir það eru skoðaðir, þetta er alltaf ekki meitt fyrirtæki þetta dreifar svo fleiri stútaðu það bara, bælta því þannig að og svo þarf að semja það þig ég áttur að fá tilboð frá Svika það og það ætti ekki að vera átt spróst í því handamáli bara við danska, þetta var svo lítið svo margir það er engin business eða það er business, en ekki þess að það er lítið en ég fæ frá